Hljóð. Kveikt á honum. Ég myndi halda þetta því kveikt. Já. Þetta bara streymið. Já, ég skil. Það hefur þeim í banka afsengið streymið. Góðan daginn öll sömul. Og velkomin á aukaðafund Pírata. Ég ætla nú að byrja á því að fyrir framkvæmdastjórnar það var stungið upp að ég myndi og ég bauð mig fram til þess að vera fundastjóri og Elín til þess að vera fundarítari. Er einhver sem að setja sig upp á móti því? Já, það spurning. Það vil ekki að vera eitthvað lýðræði í þessu, það bara ekki að finna. Já, ég vill einhver bjóða sig fram annar sem fundastjóri? Ef ekki þá bara biðið fólk að rétta upp hönd sem að samþykkir þetta. Já, og það er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá er bara fyrsta... Já, samþykki allir Elínu sem fundarritara, já. Ok, gott mál. Þá er þetta komið. Nú, við byrjum dagskrána bara með því að ég ætla aðeins að bara fara svona yfir dagskrána svona gróft og við byrjum á því að sem þetta kjósa fundastjóra og fundarritara sem er búið. Síðan er næsta dagskrá, það er við ætlum að kynna niðurstöðu formannskosninga og leið og það verður tilbúið og við bíðum bara rólega. Síðan að því loknu þá ætlum við að opna fyrir framboð til varaformanns og í framhaldi af því verða kynninga frambjóðenda og síðan verður rafræn atkvæðagreiðsla þá. Og síðan klukkan 14:20 þá verður niðurstaðan kynnt með það og síðan er kosningstjórnar og það verða kynninga frambjóðenda og rafræn atkvæðagreiðsla og 3:00 þá kynnum við niðurstöðuna úr því þannig að þá ætti stjórn Pírata fyrir næsta ára að vera komin. Nú eftir þessar kosningar þá förum við í ársreikning og skýrslur. Ég ætla að vísu að leggja til við fundinn að vegna þess að ársreikningurinn er ekki tilbúinn, það er ennþá eftir að fá undirskrifa frá endurskoðanda, þá ætla ég að leggja til að þeim lið verði frestað og það verði haldinn fjarfundur leið og undirskrifaðir ársreikningar verða tilbúnir. Þeir sem eru samþykkið því, rétt upp hönd. Já. Og síðan verður stutt ársskýrsla stjórnar og við ætlum síðan að kjósa skoðunarma reikninga og óskum eftir frambúðum í það, endilega hugsa vel um það og síðan gerum við náttúrulega kaffihlé, fáum okkur hér kaffi og kröðeri eins og sem við segja sem að kunni ekki íslensku og síðan að því loknu þá er önnur mál ef fólk vil bera þau upp og síðan er lokaorð formanns. Þannig að nú bara draugum við djúpt andan og bíðum róleg þangað til að kjörstjórn er tilbúin með úrslit formannskosninga. Gerið svo vel, fá ykkur kaffi og eitthvað til að drekka. Það er ekki að hvetja fólk til að kjósa að það er ekki búið það. Það er mínútur til stefnu. Já, ég vil hvetja fólk til að kjósa þeir sem eru ekki búinir að því. Það er ennþá mínúta til stefnu. Leita eiganda saman.
Jæja. Þá komið að því. Ég ætla að kynna til leiks Indriða Stefánsson, formann kjörstjórnar. Gerið þið svo vel. Komið sæl. Þá liggja fyrir niðurstöður úr formannskostningu, fyrstu formannskostningu Pírata, hér á þessum auka aðalfundi, og 174 greiddu atkvæði. Af þeim greiddu 79 Alexander Brím og 95 Octavíu Hrund. Þar með telst Octavía Hrund réttkjörinn formaður Pírata. Já, mér langaði til að óska nýjum formanni til hamingju með þetta kjör og þú farð að segja nokkur orð í lokin, en við höldum bara áfram fundinum og núna ætla ég að opna fyrir framboð til varaformanns. Það er komið, ekki rétt með eitt? Það er eitt framboð. Já, það er eitt framboð komið. Er einhver fleiri sem að vill Það er ekki að hafa kaffipási þegar svona ákveður. Þetta er auðvelt að Já, ég ætla að gefa 5 mínútna kaffipásu, þannig að fólk getur hugsað málið.
Bara það, sko. Og jú, stundum, sko, kakumat með kringlu. Bara með kringlu. Þess að ég gefi kringlu. Það er það. Já, það er kókumát. Það var sko... Það var alltaf neskjöld. Þetta var mikið þáttaka og miðað við menningunni hér en já, ég þarf aðeins að svona lesa í það hvernig skilaboðum sýnir að hluta meira. Nei, ég veit. Jæja, hér hafum við borist bil 15 framboð í sem sagt kaffistjóra Pírata. En það er sem sagt ekki borist fleiri framboð í varaformann. Þannig að Ingibjörg Þóra Haraldsdóttir er sjálfkjörinn varaformaður. Og þá ætla ég að kalla eftir framboðum í stjórn Pírata. Þetta er fyrir utan formann og varaformann. Lárus, Já. það eru þegar komin 3 framboð til stjórnar. Já, það eru þegar komin 3 framboð til stjórnar. Nei. Það eru 5 og 2 til vara. Já. 5 með varaformanni og formanni. Já, 5 með varaformanni og formanni og 2 vara. Hvar sér maður hverjir eru búin að bjóða? Það hefur ekki verið birt. Það hefur ekki verið birt neitt, nei. Já, það mun koma. Já, það mun koma, já. Það er einhverjir sem að bjóða sig fram? Já, sko miðað við það breytingar sem voru gerðar á síðasta aukaðafundi, að þá verður hlutverk stjórnar mun viðameira heldur
heldur en fyrirverandi framkvæmdastjórnar vegna þess að á síðasta samkvæmt lagabreytingu sem var þá samþykkt búið að sameina þetta framkvæmdastjórn og stefnu- og málefnanefnd í stjórn Pírata. Þannig að þetta það mun meira vægi sem að stjórnin hefur. Hún getur tekið pólitískar ákvarðanir og getur við líka verið stefnumarkandi. Þannig að það má ekki segja að hlutverk stjórnarinnar hafi breyst verulega. Ef það eru ekki fleiri sem að bjóða sig fram til stjórnar, þá kannski bið ég formann kjörstjórnar að lesa upp þá sem að... Get ég boðið mig fram til að verða vara? Hvað segir við, Indri? Boðið fram, en það kosningin sem ákveðar hverjir eru vara og hverjir ekki. Þú segir ég að bjóða mig fram sem vara, þá ekkert ósennilegt að það endur þannig. Já, þarna komið... Ekki varan í stjórn. Já, kannski... Þessi fá nefndi. Þetta Kristján Korka? Þá segja fólki að kjósa mig. Ok, þá lítur út fyrir að... Streyma hérna framboð, þannig að við ljóstum að þurfum að kjósa til stjórnar. Já, það er mikil ásókn í stjórn, þannig að það lítur út fyrir að við þurfum að kjósa og við gerum þá hlýja núna og það er tilbúið. Meira kaffi. Og við gerum núna kortishlýja þangað til að verður búið að undirbúa rafræna kosningu og þá hefst kosning. Ertu með upplýsingar mig? Já. En kannski ég manda... Á fólki að fólki kosningar? Jú, það verða kynningar frambjóðenda, já. Ragnheiður Steina Ólafsson. Já, það verða kynningar frambjóðenda eftir 10 mínútur og síðan í framhaldi af því hefst rafræn kosning. Eins og staðan núna þá hafa 6 gefið kost á sér. Þau eru Valli Einarsdóttir, Lúðvík Ólafsson, Viktor Traustason, Elín Ýr Arnar Hafdísardóttir, Kristján Korka Leifsson og Ragnheiður Steina Ólafsdóttir. Eru vantar með einhvern á listan? Ekki þá. Já. Lárus, er ekki viðeigandi að nýkjöri varaformaður fá að segja nokkur orð meðan við erum að bíða? Þið vilja það? Já, við þarna... Hvað er ekki að ranga tíma? Já, Kosningu til stjórnar. bara mesta lagi, já. Já. Meðan við bíðum eftir að verður hægt að hefja kosningu rafræna, að þá væri náttúrulega gott bara að fá kannski, byrjum á því kannski að fá að heyra í nýkjörnu varaformanni. Svona nokkur orð og síðan hefjum við kynningar á frambjóðandi stjórnar. Það er yngur. Kæru Píratar, kæru félagar. Í dag erum við öll að upplifa það sama. Myrkrið er að aukast. Fasisminn, þessi gamli draugur,
sem við heldum að við höfum sigrað að læðast aftan að okkur. Hann ekki klæddur stígvölum og með hnefun á lofti. Nei, hann kemur vel fram, hann hæðist á vókismannum og eignar sér sannleikann með legum. En undir yfirborðinu þetta sama hugmyndin, að sumir eru meira virði en aðrir, að réttindi eru forréttindi ákveðna aðila og lýðræði virkar einungis eða fer eftir vilja valdhafana. Þá spyrir maður sig, hvað getum við gert til að berjast gegn þessu? Hvernig getum við barist gegn völdum sem hafa stærra plattformin við, meira fjármagnin við og hærri rödd en við? Það er á þessum tímum sem við þurfum á Pírötum að halda. En ekki bara sem stjórnmálaflokk, heldur líka sem hreyfingu og sem skjaldborg lýðræðisins. Við þurfum að vera rödd vonarinnar. Við þurfum að vera ljósið sem lýsir upp legarnar sem þeir fela með rödd sannfæringar. Við þurfum að minna íbúa þessa lands á að lýðræði ekki sjálfgefið. Lýðræði getur nefnilega dáið hægt með þögn og sinnuleysi íbúa og valdhafa. Og þess vegna þurfum við sterkar hreyfingu. Við þurfum að vera þessi rödd. Við þurfum að vera þetta baráttu afl. Við þurfum að taka okkur pláss, láta í okkur heyrast og standa vörð lýðræðið. Ég býð mig fram sem varaformaður, það var í ræðinu minni áðan, en takk fyrir sjálfkjörið, til að tryggja þess að rödd grasrótarinnar heyrist hátt og skýrt, að fólk skilji hvað Píratari eru og af hverju að Píratari eru bestu kosturinn fyrir þau. Ég vil leggja áherslu á að Píratar séu vinstri flokkur sem stendur vörð lýðræðið, best fyrir jöfnuði í samfélaginu, best fyrir umhverfismálum og mannréttindum allra íbúa. Ég vil að flokkurinn opni dyrnar fyrir nýju félagsfólki, endurveki áhuga eldri félaga. Ég vil einnig að flokkurinn haldi reglulega málefnafundi og leggi áherslu á að valdefla grasrót sína með meðal annars námskeiðum ræðulist og greinaskrif. Við eigum nefnilega að hvetja okkar grasrót til þess að taka þátt, því án hennar getum við ekki farið í þessa vegferð sem samfélagið að kalla eftir. Við þurfum að endurvekja Pírataröddina. Við þurfum að endurvekja pönkið í okkur. Við erum flokkurinn sem best fyrir mannréttindum, fyrir náttúrunni og fyrir því að fólk geti lifað mannsæmandi lífi. Við leggjum áherslu á að lækka greiðslubyrði fólks. Allir hafi jafnt aðgengi að tækifærum og við sjáum til þess að borið sér virðing fyrir öllum, sama hverju þau eru eða hvaðan þau koma. En elsku Píratar, við stöndum á tímamótum. Við getum annarkvort hort á lýðræðið, renna okkur úr greipum, eða við getum staðið saman og sagt hingað og ekki lengra. Að lokum vil ég vitna í Obama, en hann sagði, von ekki blind bjartsýni. Hún trúin á eitthvað betra bíð okkar að menna við höfum hugrekki til að sækja það og berjast fyrir því. Ég vil því segja, höldum í vonina, höldum í gleðina, höldum í pönkið, snúum bökum saman og gerum Pírata hreyfingu sem við og kjósendur eigum skilið og gefumst ekki upp. Takk. Takk fyrir Inga. Og þá ætla ég að bjóða frambjóðandi til stjórnar að kynna sig og við skulum bara byrja á Valli, góðu? Nei, hún ekki hérna. Það rétt. En Valli búin að vera í framkvæmdastjórn Pírata núna síðasta árið eða frá því í febrúar og hefur staðið sig frábærlega vel og ég mæli með henni alveg heilsugar þótt ég megi það nú ekki sem fundarstjóri hinn. Svona hlutleysisins. En ef það eru fleiri, það eru nokkri hérna á fundinni sem já, alla kynna sig. Ég ætla ekki að segja nafnið, komdu bara og kynntu þig. Komið sæl, ég heiti Kristján. Ég hef náttúrulega verið fyrir lengi hrifinn af Pírötum. Svona mismikill þátttakandi. Ég er framhaldsskólakennari, ég vinn þarna. Ég vil
fá að vera hluti af því sem við erum að gera þetta, sem töluvert stærra en við og endilega hvað við náum að framkvæma hérna. Sko. Þetta lýðræðisverkefni sem að lítur út fyrir að gæti verið að enda. Já, því býðum við fram. Ykkur aðri sem eru hérna? Akka. Já, Akka, já. Og Elín. Hæ allir, ég svakalega léleg ræðukona. Ég heiti Ragnheiður Steinunn Ólafsdóttir, alltaf kölluð Akka. Ég býð mig fram, ég til í að vara til að prófa því ég hef ekki verið í framkvæmdastjórn áður. Ég er búin að vera Pírati síðan 2016 með mismikilli þáttöku en alltaf búin að vera í framboði til alþingiskosninga, neðarlega. 4. til 11. En ég trúi að, með öllu mínu hjarta, trúi ég á okkur. Ég finn mig svo hér. Ég finn bara, ég veit ekki hvernig að útskýra það. Ég er bara heima því með ykkur. Takk fyrir. Ég get bara ekki hægt að vera menn. Ég er að bjóða mig fram í 4. skiptið. Ég er búin að sitja í framkvæmdaráði, framkvæmdastjórn og núna bjóða mig fram í stjórn. Og alltaf þegar ég hugsa með mér bara, já, ok, nú er látningur önnur þetta. Að þá er alltaf eitthvað hérna, þetta Píratahjarta sem fer alltaf að slá. Og síðan 2015, sem ég hef verið með Píratum, þá hefur margt gerst. Við höfum farið upp og niður og fram og tilbaka en við tókum gríðarlegan þroskakip í dag. Og mér langar svolítið að vera með því ferðalagi sem framundan er. Vegna þess að við höfum gert magnaða hluti hingað til og við erum alveg að halda áfram að gera það. Það er margt sem þarf að gera en ég held að Pírati sé bara í mjög góðum höndum fyrir það sem framundan er. Og ég vil vera með. Takk. Hverjir aðri voru? Lúðvík Ólafsson. Já, Lúðvík Ólafsson. Góðan daginn. Lúðvík Ólafsson heiti ég. Ég hef nú ekki starfað með Píratum, ekki verið svona virku þáttakandi í hreyfingunni, ekki nefnir kannski í kjörklefanum, en öðru liti ekki, en fekk allt í einu þá hugmynd að það er nú kannski snögt að bjóða sér til framtíð stjórnar hérna. Ég veit eiginlega ekki af hverju ég fekk það hugmynd, en ég fekk hana og samþykkt hana og hér í nú og kannski megin ástæðin er svo að ákvaða að gera þetta er að í gegnum tíðina þá, og sérstaklega síðust árin, þá er ég oft sagt, fyrir hvað standa þessi Píratar? Hvaða stefnu hafa þeir? Maður sér aldrei neitt. Og það verður kannski ekkit margt svör, því að ég er nú ekki stefnuskráin í vasanum, en ég get ekki lyft hennu. En mér varð ljóst þá, að það þurfti einhvern veginn að koma stefnu Pírata á framfæri þannig hún væri svona auðskilin, auðveld og auðmunuð og ég taldi mig bara með til minnar fyrir reynslu á ýmsum sviðum að ég gæti kannski orðið þáttakandi í því að ekki endilega móta nýju stefnu heldur að koma einhvern veginn á framfærin og breiða hann út þannig að Pírata verði eins og voru í upphafi áberandi hreyfing. Það er svona aðeins fennt yfir það finnst mér svona með tíman. Þess vegna er ég hér. Takk. Já,
Jæja, fleiri erum ekki á staðnum hérna, en það Viktor Traustason líka í framboði. Þið kannski munið mörg eftir honum, hann var í forsetaframboði hér fyrir árið síðan og þannig að ég þarf nú kannski ekki að kynna hann mikið meira en hérna, hann líka í framboði og Nei, við fengum ekki neitt texta frá honum eða Nei, svo til ekki sko. Nei, það var annað en bara hann gefur kost á sér. Annað en hann gefur kost á sér. Og hvenær getum við byrjað kosningu? Kosningin hafin. Já. Og henni líkur klukkan 2. Já, kosningin sem sagt hafin. Þið getið farið inn á xpirata.is og byrjað að kjósa og henni líkur klukkan 2. Og þangað til ger ég kaffihlé. Muni eftir að kjósa. Já. Svo það, já. Lári. Já, þá þetta bara, þá eiginlega bara skýrsla stjórnar. Já. Ágæti píratar, ég ætla að afturkalla kaffilið. Ég sé að enginn að fara í kaffi, hvort sem en ég ætla þá bara að nota tækifærið og flytja ykkur stutta og skýrslu framkvæmdastjórnar sem var kosin í febrúar síðastlinnum og hefur nú ekki setið lengi. En ég ætla líka aðeins að nefna það sem að hún var náttúrulega framkvæmdastjórn kosin í september í fyrra. Þannig að ég ætla svona aðeins að stikla bara stóru í sögu hreyfingarinnar svona fram til þessa dags. Og hún hljóðar svona: Ágætu píratar, ég ætla að flytja ykkur skýrslu framkvæmdastjórnar fyrir síðasta starfsár. Síðasta starfsár var nokkuð sérstakt. Frá því að aðalfundur var haldinn í Hörpu þann 7. september 2024 fyrir 15 mánuðum síðan, hefur flokkurinn eða hreyfingin, eins og ég vil kalla pírata, gengið í gegnum sannkallaðan hreinsunareld. Auk þessa aukaaðalfundar hefur hreyfingin verið með einn annan aukaaðalfund og aðalfund, auk fjölda annara funda. Innanflokks átök og deilur eftir aðalfundin í september 2024 var ekki gott veganesti í alþingiskosningar sem skullu óvænt á í nóvember og þrátt fyrir góða málsvara á þingi, öfluga kosningabaráttu og frambjóðendur og gott málefnastarf guldu píratar afhroð í kosninganum. Hreyfingin fekk sitt minnsta fylgi frá upphafi eða 3% og fekk enga þingmenn. Það eru líklega nokkra ástöður fyrir þessum úrslitum og margir innan pírata hafa velt því fyrir sér á síðustu mánuðum án afgerandi niðurstöðu. Eflaust verður þetta viðfangsefni stjórnmálafræðinga í framtíðinni. En það má þó segja að það var sérstakt pólitískt andrúmsloft á sviði stjórnmálana í kosningunum og lítill áhugi kjósenda á náttúruvernd og réttindum minnihlutahópa og það skýri kannski að einhverju leyti slakt gengi pírata og einnig VG sem féll líka af þingi. Þessi niðurstaða kallaði óhjákvæmilega á naflaskoðun innan pírata og það var til þess að kalla var til aukaaðalfundar í febrúar 2025, í ár, þar sem þessi stjórn sem nú kveður var kosin. Þessi niðurstaða kallaði hún ákvað að bjóða til nokkura vinnustofa þar sem farið yrði í gildi og framtíðarsýn pírata, auk þess að rýna skipulagsmál og hreyfingarinnar. Haldnar voru vinnustofur í febrúar, apríl og maí á Hverfisgötunni og niðurstöðu þeirra kynntar á fundi í Tjarnarbíó í ágúst. Ég held að niðurstöðuna sýni að pírata vilja vera frjálslyndur grænn flokkur sem ber umhyggju fyrir minnihlutahópum í samfélaginu, ver mannréttindi og berst gegn þeirri öldu fasisma sem gengur yfir heiminn. Enn á eftir að vinna meira með gildi pírata og skerpa á þeim
og það verður eitt af verkefnum nýrrar stjórnar. Aðalfundur Pírata var haldinn 20. september síðastliðinn og þá lagði framkvæmdastjórn fram róttækar lagabreytingar innan skipulag hreyfingarinnar. Til að mynda var lagt til að sameina framkvæmdastjórn og stefnu- og málefnanefnd í eina stjórn Pírata og leggja niður kosningakerfi Pírata í núverandi mynd. Einnig var lagt til að taka upp embætti formanns og varaformanns sem yrðu kosin sérstaklega. Einnig var lagt til að ef þetta yrði samþykkt að boða til aukaaðalfunda fljótlega og kjósa nýja stjórn. Þetta var samþykkt og framkvæmdastjórn ákvað í framhaldi af því að boða til þessa framhaldsaðalfundar til framhaldsaðalfundar 30. október en honum var frestað til 29. nóvember af ýmsum ástæðum. Opnað var fyrir framboð til formanns, varaformanns og stjórnar 8. nóvember og rann frestur úr 22. nóvember. Kynning á framboðum til formanns var síðan haldin 23. nóvember og hófust kosningar í framhaldi af því. Ég hef stiklað á stóru í því sem gengið hefur á hjá okkur Pírötum síðastlið ár. Þetta hefur verið mikil dramatík á stundum, sárindi og grátur, en líka hlátur, hugsjónaeldur og trú á framtíðina. Mér langar á þessum tímamótum að þakka þeim kærlega sem hafa setið með mér í framkvæmdastjórn frá því í febrúar, Alex, Dóra, Nína, Sunna og Valli. Það hefur verið sannur heiður að vinna með ykkur. Knúsi knús. Nú stöndum við frammi fyrir miklum áskorunum til framtíðar, bæði fyrir okkur sem stjórnmálaflokk, Ísland og heiminn allan. Manni finnst þessa mundir að rödd manngæsku, náttúruverndar, siðlegrar stjórnsýslu og jákvæðra framtíðarsýnar hljóm ekki lengur á vettfangi stjórnmálana. Og því finnst mér að erindi Pírata sé enn brýnna en nokkuð tíman áður. Vofa fasismans breiðir úr sér og nú að dugað að drepast fyrir góða fólkið, vókistana og glóbalistana. Baráttan hafin og Píratar eiga að vera þar í forystu. Ég óska nýrri stjórn Pírata alls hins besta á næsta ári og Píratum góðu gengi í kosningum í vor. Takk fyrir. Já, ég opna þá fyrir ef einhverjar spurningar eða athugasemdir við skýrslu stjórnar. Ef ekki, þá bara þakka ég fyrir. Já, við gerum 15 mínúta kaffihlé.
Já, Viktor vill aðeins skýra betur út með kosninguna. Gerið svo vel. Mér langaði bara til að væra alveg hreinu af því Píratar hafi gennum tíðina notast við forgangsröðunar kerfi eins og Schulze að í þessari kosningu til stjórnar þá gildir öll nöfn sem þið setjið, nöfn allra frambjóðenda sem þið setjið á kjörseðil, þau fá öll bara eitt atkvæði. Það skiptir engu máli hvernig þið setjið efst eða neðst eða neitt, þannig að ef þið kjósið einhvern í efsta sæti og í neðsta sæti þá fá viðkomandi frambjóðendur jafn mikið. Bara svo þau sem eiga eftir að kjósa viti að þessu. Takk.
Ágætu píratar. Þetta kosningu lokið í stjórnarkjörið en við erum að það verið að fara yfir tölur og annað. Ég held að sé bara tilvalið núna að við fáum bara að heyra í nýjum formanni, fyrsta formanni Pírata. Oktavía Hrund Jóns. Gjörðu svo vel. Kæru Píratar, ég ætla að byrja á að bara þakka ekki bara fyrir mig, heldur fyrir hvernig að við höfum tekist á við að kjósa ekki bara embættið, heldur í embættið. Það að sjá hvað mörg tóku þátt í að kjósa kom mér mjög á óvart á góðan hátt. Það að við frambjóðendum sem komu að og buðum okkur fram, þeir hafa verið frekar lánsum með það fólk sem hefur búið sér fram og vil ég sérstaklega þakka Alexandru fyrir ekki bara samstarfi sem við höfum inn í borginni, heldur líka hvernig við háttum þetta allt saman og hvernig við tókust á við þær áskoranir sem hafa verið í sambandi við að kjósa í embætti. Þegar það er sagt þá held ég að þessi tímamót Pírata fjalla ekki einungis þetta fyrsta formannsembætti. Þótt að það sé nú nægilega mikið og stórt. Þá hefur við gert mikið breytingum síðustu mánuði og á þessu ári og hefur þetta ár verið kannski sérstaklega erfitt fyrir okkur mörg og marga breytingar ekki bara hér á landi heldur erlendis líka. Við þurfum að muna hver við erum, hvaðan við komum til þess að geta móta framtíðina sem við erum að fara að skapa og hún byrjar í dag. Og með þessu meina ég að það er svo afskaplega erfitt að vera í heimi sem er að einkennast meira og meira vonleysi og muna að í hraða þurfum við að hinkra við. Að í mótlæti þurfum við sérstaklega að staldra og koma saman og sérstaklega þegar við erum ósammála eða við ekki sjáum alltaf sjónarmiðin hina, þá þurfum við að færa okkur frá þessari brún sem segir ég er á móti eða ekki svona og færa okkur 2 skref tilbaka og veita okkur tækifæri
á að hafa valkosti, veita okkur tækifæri til þess að móta ekki á forsendum annara, heldur okkar forsendum. Nú hef ég verið frekar lánsamt og síðustu marga mánuði hef ég verið fyrsti vara borgarfulltrúi Pírata í borginni. Það hefur verið gefandi, skemmtilegt og hef ég kynnst ýmis fólki úr ýmis flokkum. Það sem mér finnst áhugavert við það að við einhvern veginn oft mótum okkur á því sem hinn að segja. Það ekki hægt að vinna með okkur út af við erum ekki skilgreindur vinstriflokkur, en svo líka heldur ekki hægt að vinna með okkur út af við erum vinstriflokkur. Og ég held að ef einhver tíman þá núna tíminn til að skilgreina framtíð og íhald, til að skilgreina hvert við erum að fara á hvaða forsendum og til hvers. Því hvert við erum að fara held ég á Íslandi í pólitík skiptir máli. Það ekki allt hægri og vinstri, heldur það aðalega hvort að við ætlum að fara aftur á bak í íhald og við ætlum að minnka þau tækifæri og þeirri framþróun sem við höfum staðið fyrir, eða ætlum við að vona og vilja og fara inn í framtíðin okkar á þeim forsendum sem við byggðum hér á Íslandi í Pírötum meir en áratug og segja að það skiptir máli hvernig við gerum hlutina. Við erum margir flokkar í Íslandi og innan við þessar hreyfingu ekki alltaf 100% sammála, en það býsna mikið sem við erum sammála og við erum sammála að það bakslagur, við erum kannski ekki sammála hvað ætlum að gera við þennan bakslag. Ég trúi og treysti að framtíðin okkar byggð á mjög sterkum grunni. Hún það innan við þessar hreyfingu og hún það á þessu landi. Við erum til fyrirmyndar í mörgu, en það núna sem við þurfum að tryggja að við sem fyrirmynd bæði sýnd á hverjum degi, hún útskýrð og hún skemmtileg. Því það skemmtilegt að vera í Pírötum og það forréttindi að búa á Íslandi og við viljum að fleira fólk upplifi sig velkomið, að það velkomið og það tekur þátt í því sem við erum að taka þátt í. Og ég hlakka til að vera hluti að þeim breytingum, að styrkja þennan hluta af Pírötum og sérstaklega hlakka ég til að fara ótrúlega varlega og vandlega með þetta embætti. Því ég veit við erum ekki öll sammála og ég veit að þetta embætti fyrir sum var pínu ekki það sem þau vildu og fyrir sum var það akkúrat það sem þau þurftu. Og ég tel að það sé eina af mínum áskorunum sem ég hlakkast til að takast á við. Að við setjum sætt að við erum ekki bara Píratar, við erum Píratar með forma núna og við erum að fara inn í sveitarstjórnarkosningar og við vitum hver við erum og við erum á forsendum okkar, ekki alltaf að skilgreina okkur út frá öðrum flokkum, öðrum skoðunum eða neinu öðru. Svo það ætla ég ljúka þessari fyrstu ræðu minni sem formaður með. Djöfull ég stolt af okkur. Djöfull gott að sjá ykkur og mikið var frábært að taka þátt í þessum síðustu vikum og mánuði að við erum öll hér, við vorum hérna alltaf og núna ætlum við að veita hvort öðru tækifæri til þess að dafna í von inn í framtíð sem við mótum saman. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Oktavía. Það ennþá smá stund í úrslit stjórnarkjörs. Bara mikið spenna og tækja það samt rólega og fá okkur kaffi. En ég ætla það eru líka skemmtilegar aðrar kosningar í þessu og núna kalla ég eftir framboðum í skoðunamann reikninga. Það komin 2 framboð, sem sagt Lárus Viljánsson og Steinar Guðlaugsson.
Nú einhverju fleiri sem að hafa áhuga þessu mikilvæga embætti? Ég að beðið mig fram fyrir orginal aðalfundum. Já, og alltaf viltu halda því? Já. Þá þurfum við að kjósa. Já, ég vil þá draga mitt framboð tilbaka. Þá þurfum við ekki að kjósa. Takk fyrir það. Við erum hans konum með niðurstöðuna. Já. En niðurstöðunar í stjórnarkjörinu eru komnar. Indri Stefánsson, gerðu svo vel. Komið sæl, takk fyrir. Við erum búin að fara yfir greitt atkvæði og okkur ber saman niðurstöðuna og alls voru greitt 35 atkvæði sem að voru með frá því að greiða einum atkvæði niður í að upp í að greiða öllum 6 atkvæði og niðurstöðar eru eftirfarandi að Vallý Einarsdóttir og Lúðvík Ólafsson eru saman efst með 33 atkvæði. Næst kemur Elín Ýr, Arnar Hafdísadóttir með 32 atkvæði og eru þau þá réttkjörin stjórn. Næst kemur Ragnheiður Steina Ólafsdóttir með 30 atkvæði og Kristján Kolka Leifsson með 29 og teljast þau þá réttkjörin varastjórn. Og Viktor Traustason hlaut ekki kjör. Þar með líkur störfum kjörstjórnar. Já, takk fyrir þetta. Það kannski ágætt bara að ljúka þessum aðalfundi með því að bara óska nýrri stjórn Pírata til hamingju, nýjum formanni og varaformanni og ég vil bara fyrir hönd fráfarandi framkvæmdastjórnar bara þakka kærlega fyrir þennan fund, bara vel sóttur og gaman að taka þátt í honum og ég bara afhendi nýrri stjórn Pírata stjórnvölin. Gerið svo vel. En við ætlum kannski að ræða málin ef að fólk vil. Mér að benda það er ennþá opið fyrir ef að fólk vil segja nokkur orð, þá er opið fyrir það. Réttið upp hend, já. Alessandra, gerðu svo vel. Já, Steinar. Þetta er ekki mikið, ég ætlaði bara að segja fyrsta lagi takk því sem að kusuðu mig en til hamingju Oktavía. Ég ætlaði líka bara að láta vita nýja stjórn að það eru alls konar atriði eins og bara félagatalið og aðgangur að heimasíðunni og eitthvað alls konar svona sem að við þurfum svolítið að finna betur út úr og akkurat núna þá er ég í rauninni eina manneskjan sem að get sendt skilaboð á félagatalið út af bara hvernig tilflutningurinn því atvikaðist. Þið bara verðið í bandi við mig með það þangað til að við getum hvað séum við framkvæmt rétta afhendingu á þessum aðgöngum. En já, bara til hamingju nýja stjórn, til hamingju nýr formaður og nýr varaformaður og já, áfram Píratar. Já, Steinar, gerðu svo vel. Já, ég ætla aðeins að ræða grasrótina. Sko, já, þið ekki með, þið viti hvað ég stendi í þessu. Ég hef alltaf litið á að þetta væri hreyfing en ekki flokkur. Og ég hef einhvern veginn alltaf talið grasrótastarfi og aktivisman vera kjarnan í okkar starfi. Við vorum áhrifaríkust þegar við vorum þannig og óreiðan einkenni okkur en það var nú kannski bara söguleg sveifla sem að ráða kannski meira í það. En það sem við höfum verið að gerast hjá okkur undanförnu er að við erum að verða bara hefðbundin svona borgaralegu flokkur, allt í lagi, svona súperkratar og það eru öll merkin þarna það er að þetta var svona þróun sem hefur tekið tíma. Áður fyrir þá voru bara óreiðukennd fundarhöld og stefnumótun og allt mögulegt
En það fór fljótlega að bera á því að menn vildu sko koma einhverjum böndum á þessu óreiðu. Og það birtist nú eiginlega, já, ég ætla ekki að fara að reykja þá sögu alla, en þetta eiginlega orðið þannig núna sko að grasrótin var allt umleikjandi, en svo fórum við að tala það að þeirra að vera að grilla fyrir grasrótina og svo þetta að hafa svona eitthvað samstarf og spjall við grasrótina og svona. Og mér finnst þetta svo skrítið, því mér finnst þetta að vera aðalmáli sko. Ég hef alltaf litið á störf kjörinna fulltrúa sem mikilvæg, en bara eitthvað allt annað sko. Þau eru náttúrulega bara bundin sínu starfi og sínu eyði og svo framvegis og sinna öfluga og góðu starfi. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa öfluga kjörna fulltrúa. Þess að það eru talsmenn sem ná út til fólks. En ég hef aldrei lagt mikið upp úr því að við séum með eitthvað sko rosastóra meirihluta eða komist í ríkisstjórn eða eitthvað svoleiðis sko. Mikilvægt að vera til staðar, en að öðru leyti hefur mér alltaf fundist grasrótin vera það sem máli skiptir. Og ég veit ekki eiginlega sko, ég var náttúrulega mjög ósáttur við þessa breytingar að það sem voru gerða núna, en ég verði nú samt að segja annað. Það eru tvær hliðar að þessa máli. Ég held við höfum verið að lognast út af. Og ég held að öllum öðrum ólöstum að Alexandra hefði bara í rauninni sko bjargað okkur það sem heitir í mannfræðinni bottleneck, við hefðum bara dáið út. Og ef það hefði ekki verið gripið inn í, já, þetta svona eins og þú veist þegar mannkyni fór út úr Afríku, það voru 2000 mann sem að björguðu og við værum ekki til ef það væri ekki fyrir það. Við vorum alltaf komin niður í botnin núna eftir kosningarnar og það er búið að vera ákveðið svona endurreisn eða björgunarstarf í gangi. Ég upplifði það þannig og ég held að ef það hefði ekki verið gripið til þessar umræðina, þessar skipulagsbreytinga og annars, þá er ekkert víst að við höfum lifað það af. Ég bara er þakklátur fyrir það sko og sérstaklega þakklátur Alexandru fyrir að hún tók þetta eiginlega mikið á bara eigin herðar sko. Og þannig ég er þakklátur fyrir það og varð undir í þessari baráttu. Ég held þetta sé alveg bara nauðsynlega aðgerð til þess að komast áfram. En það sem ég myndi vilja svo segja í framhaldinu, það er það að ef það á að vera eitthvað líf í helvitis grasrótinni, þá verður hún að sko fá hlutverk. Það er að segja, það er ekki hægt að útluta henni, mér alltaf finnst það astnar að þetta útlutinni hluti. Maður heyrði svona hluti, það var stundu sagt, já, grasrótin loknaðast út eða það hefði ekki hægt að gera. Málið er það að stefnumótunin okkar er the beating heart of Pirates. Og ef við erum ekki með pólitíska umræðu öll fjölbreytilegustu málefni, þar sem fólk kemur saman á eigin forsendum til að ræða stefnu Pírata, þá erum við bara engin alvöru grasrótarhreyfing og það bara, ég hætti náttúrulega ekki eins og þeir eru svo skemmtileg. En ég meina það er ekki sami kraftur þá sko. Þannig að ég legg til að við vöndum okkur við það að vera með alvöru lýðræðislega stefnumótun, ekki með panelum þar sem talað niður til okkar og fengnir sérfræðing til að útskýra fyrir okkur hvernig hlutirnir virka, heldur það sem við erum in the driving seat sko. Og við höfum ekkert að óttast óreiðuna. Þetta hefur ekki verið vinsælt hjá kjörnum fulltrúum því þeir hafa átt mjög erfitt með að svelgja stefnun okkar, hún hefur verið óreiðukennd, þversæðukennd og allavegana. Og menn hafa frekar þetta var fljótlega fundið upp nýtt verkfæri hjá Pírötum sem var það að vera með kosningastefnu. Þetta voru svona ákveðnir filtrar, sko. Grasrótin fékk að gera eitt og annað og svo var þetta tekið og síjað og svo var þetta sko, og svo stundum kom upp einhverja stefnu sem það bara kannaðist ekkert við að hafa tekið þátt í stefnumótin á. Þess vegna mæli ég með því að við virkilega vöndum okkur við það að endurvekja pólitískt starf grasrótarinnar og þá þarf hún að hafa það frelsi og vilja til að geta gert þetta á eigin forsendum. Takk fyrir. Andrés, kjörðu svo vel. Kæri félagar, fyrst langar mig að óska til hamingju nýkjörinni stjórn, sérstaklega fyrsta formanninum, bara vel gert. Eins og við erum búin að vera ræðin í dag, þá er þetta búið að vera alltaf skrítið ár, það er skrítin staða fyrir stjórnmálhreyfingu að þurfa til dæmis að hætta að vera með kjörnafulltrúin á þingi og framkvæmdastjóra í vinnu. Það er erfiðar að halda starfi gangandi.
Þess vegna langar mig að þakka stjórninni sem hélt utan okkur síðasta árið. En mér langar sérstaklega að þakka fólkinu sem ekki var kjörið til slíkra embætta en lagði enga síður ofboðslega mikið af mörkum. Þar má sérstaklega nefna Królu og Atla sem voru stjórn innan handar við alls konar praktískt vesen sem að þau þurftu ekkert að vera. Þegar búið að segja framkvæmdastjóra þá ekkert endilega hægt að veðja á að hún skili áfram vinnuframlegin í hreyfingunni, en það gerði Króla svo sannarlega. Og svo langar mig að nefna sérstaklega hann Indriða okkar sem hefur ekki verið í neinu formlegu hlutverki síðasta árið. Já, en hann gengur alltaf svo langt umfram það sem að væri hægt að gera kröfu til sjálfboðaliða í grasrótarhreyfingu og nær einhvern veginn að kristalla bara hvað það að vera góðu félagi. Þannig að ég legg til að við klöppum sérstaklega fyrir Indriða á þessum tímapunkti. Já, og Indriði á orðið næst. Og kannski Birnir líka fyrir að vera að fara þetta fyrir kosningaviðmótið. Ég þakka bara kærlega hlý orði í mín garð og tek undir með Andrési. Ég óska nýkjörnum formanni, varaformanni og stjórn innilega til hamingju og þakka hinum sem buðu sig fram vegna þess að lýðræðið eitthvað svo mikilvægt. Það er svo mikilvægt að við fáum þáttöku. En fyrst að kjörstjórn hefur lokið sín hlutverki í bili, þá get ég að fara að hafa skoðanir aftur. Og það sem að ég bý í Kópavogi og er meðlimur í Pírötum í Kópavogi, þá langar mér svolítið að senda út svona smá bara beiðni að ef einhverjir Píratar í Kópavogi hafa hugað því að sinna starfinu þar, þá er staðan núna svo að það er óskup lítið að gerast og okkur vantar alveg sárlega að fá nýtt fólk inn til þess að taka þátt í og helst taka við og leiða starfið í Kópavogi. Og það er ekkert það er engin illindi, það er bara í sjálfu sér, bara fólk hefur ekki capacity til þess að sinna þessu og þess vegna langar við bara að senda út eindregna ósk til þess að ef einhverjir Píratar í Kópavogi sjáu sér hafi áhuga eða sjá sér fært, að þá endilega hafa samband við mögulega mig eða Siggu og við myndum þá leiðbeina þeim með framtíðina. En eins og staðan er þá er lítið að frétta og lítið að gerast í Kópavogi. Takk fyrir. Gerðu svo vel. Eins og ég sagði áðan, það er ekki rosalega góð ræðumarskja. Ég ætla að óska Óttu til hamingju með formannskjörið og Ingu Þóru með varaformannskjörið. Ég er rosalega glöð að þið bara kostið mig sem vara. En mér langar að vita hafa vara í stjórn rétt á setu á fundi. Já, jú, það hefur alltaf verið. Já. Það er yfirleitt eitthvað sem stjórn ákveður, þetta hefur verið þannig. Já, ok. Þá myndi ég nú kannski vilja prófa að setja að fundi, en mér langar bara að segja að ég er rosalega stolt á okkur. Ég er rosalega stolt á okkur hvernig við höfum höndlað þetta ár. Við fórum náttúrulega í mikla naflaskoðun. Við skerptum á því hvað það er sem að eru okkar. Já. Það sem að við eru okkar mál, það sem við brennum fyrir, eins og Dóra Móa sagði, höfum við erindi. Hvað er þetta erindi? Höfum við ástríðu fyrir því að fylgja því eftir? Og við sjáum alveg að þeir sem eru eftir í flokknum, sumir fóru og aðrir koma aftur, og kannski einhverjir nýir, við sjáum alveg að við stöndum saman. Við erum ekki að lognast út af. Ég hef svo mikla trú á okkur. Takk fyrir. Já, og varaformaðurinn ætlar að segja nokkur orð.
fáið ekki svona fína ræðu aftur. Nei, ég ætla bara að langaði að hvetja fólk til þess að halda í trúna á flokknum og fyrir hvað við stöndum fyrir og hvað við getum gert í núverandi pólitísku landslægi. Og ég tek heilsögur undir því að við þurfum að vera hreyfing og hún þarf að vera pólitísk. Þegar við erum bara að sjá þessi öll allstar vera að tala niður mannréttindi og bara mannúð í samfélaginu, þá þurfum við að vera þetta afl. Og þá langar mér vola mikið að við bara stöndum saman í þessu máli og reynum bara með hlýhug og samhug að gera þetta saman. Og við erum þá duglega að mæta á fundi og taka þátt og leggjum áherslu á að valdefla grasrótina. Eins og ég sagði án, við getum ekkert gert neitt án grasrótarinnar. En mér langar bara að við förum í þessa vegferð saman og gerum eitthvað ógeðslega flippað. Þú veist, fáum bara eitthvað svona antifasista derhúr eða eitthvað, skilur. Þú veist, bara eitthvað ógeðslega gaman en samt pöng, en samt svona, með svona drifkraft. Og ég bara vona innilega sem flestir eru til í þá vegferð og við gerum þetta saman og höldum í gleðina. Takk. Ágjörðu svo vel. Já, góðan daginn, ég heiti Olga. Ég ætla nú ekki að segja neitt en ákveð að koma hérna. Bara, ég er svo ótrúlega spennt eitthvað. Ég bara hef ekki verið svona spennt fyrir Pírötum bara í mörg ár. Þetta var ótrúlega falleg og góð kosningabarátta, bara vel gert og til hamingju með formann og varaformann og stjórn auðvitað, hún er mjög mikilvæg. Og mér langar líka að því að næsta verkefni hjá Pírötum eru sveitarstjórnarkosningar. Það bara fer að líða að þeim í maí, nema eitthvað hræðilegt gerist. Og alltaf verið með varan á. En ég vil bara, út af því að við erum þrjú sem erum kjörin í stjórn Pír á Samt Królu. Við erum Logn, Oddur, ég og Króla. Það vantar ennþá í stjórn til þess að vera fullmönnuð og það mun vera auk aðalfundur vonandi fyrir áramót þar sem verður kosið, já, það vil ég bara óska eftir, bara fólk íhugi hvort það vil ekki taka þátt. Ég bara svo, ég segi það persónulega, ég tók mig úr allur innra starfi Pírata af því að ég fór bara í kulnun. Ég er fast ákveðin í því að þessi stjórn mun ekki ýta fólki í kulnun. Þannig að bara svo það sé sagt, fólk þarf ekki, ég bara hvet fólk sem er kannski með varan á út af bara andlegri heilsu að taka það inn. Mér langar að grasrótin að það verði hugsað vel hana, það verði komið vel fram við hana, ég held að það sé mjög mikilvægt. Það þarf auðvitað ekki verið í stjórn til að taka þátt, en þetta er samt, hún er til staðar og ég held að það verði mikilvægt að hafa öflugt fólk í stjórn þegar kemur að sveitarstjórnarkosningum, þannig að ég bara bið ykkur um að fylgjast með og taka og bjóða ykkur fram þegar við auglýsum eftir framboðum. Takk. Halló, gaman að sjá okkur. Nú er árliðið frá því að það voru kosningar til Alþingi síðast. Til hamingju með afmælið. Bara kannski að skilaboð svona inn í framtíðina að það sem að við höfum upplifað á undanförnum árum hefur verið ákveðin svona tilraun til þess að ná markmiðum og málefnum Pírata en í ríkisstjórn. Og aðferðin sem var notuð til þess var að yfirlögðu ráði að í rauninni gera okkur breiðari á vissan hátt. Að keppast við hina flokkana í efnahagsmálum og þessari klassísku pólitík. Það einfaldlega hefnaðist ekki. Skiljanlega að vissu leyti. Við erum ekkert sérfræðingar í því, þó að við vitum ýmislegt að þá erum við ekki
svona morfísræðu halda snillingarnir sem að eru í hinum flokkanum og telja að fólki trúum að hægri eða vinstri skipti öllu máli. Við erum ekki þar, við erum rökræðuflokkur og rökræðan vinnur einfallega ekki í því. En það í málunum sem að Píratar eru sérfræðingar í og hinir flokkanir ekki í netmálunum, til dæmis öryggismálunum, persónuverndinni, það sem við getum og þurfum að gera vel. Því að það engin flokkur annar sem kann þetta. Þess vegna kunnaði ekki heldur morfísræðurnar á þeim vettvangi. Þannig að ég bara vonast til þess að sjá smá kjörnun aftur. Ég hlakka til þess að sjá það því að ég sé það alveg í núverandi stjórn og formanni og varaformanni þekkingu á einmitt þessum kjarnagildum Pírata sem gríðarleg þörf fyrir. Eitthvað sem við þurfum að búa til eftirspurn eftir. Fá fólk til þess að skilja hvers vegna þetta mikilvægt. Það ekki auðvelt verk, alls ekki. En á tímum gervigreindar og gríðarlegra fjárhagslegra áhrifa á svona skyldum sviðum, að þá þarf einhver að geta sagt fyrirgefiði, það fólk hérna. Já, einhverju fleiri sem að vilja fá orðið? Já, Indriði, já. Takk fyrir, Lárus. Nákvæmlega svona kannski bara skjóta aðeins inn að Píratar eru svona hreyfing sem að svona, það eitthvað svolítið í blóðbori virðist vera vantraust að treysta ekki og sérstaklega treysta ekki valdi og það hefur svolítið sýnt sig. Ég svolítið verið að skoða lögin okkar gegnum tíðina og stundum þetta bara óframkvæmanlegt að því við vantreystum svo inn í framtíðina. Það einhvern veginn gert þannig að við búum til eitthvað ferli sem að eiginlega ekki hægt að gera neitt af því að við vantreystum fólki. Og þetta kemur oft fram líka bara, það virðist vera svolítið í okkar eðli og mér langar svolítið til þess að svona bara hvetja til þess að svona sérstaklega því að við erum búin að fara gegnum kosningar og óhjákvæmilega fylgja kosningum til embætta vonbrigði. Að mér langar svolítið til að hvetja til, kannski ekki endilega að við hættum að vantreysta. Ég held að það sé bara nauðsynlegt fyrir okkur. Ég held að við þurfum að vantreysta því að það bara alveg fullt tilefni til. En ef við gætum sýnt ákveðna mildi gagnvart okkar fólki, að því að við megum ekki gleyma því að við erum öll saman í hreyfingu og við erum nokkurn veginn saminuð öll markmiðin. Að við reynum að sýna okkur sjálfum smá mildi, en höldum áfram vantreysta. Ég held að það sé mjög hollt. Sérstaklega eins og Inga bendir á eins og málin að þróast, þá held ég sé fullt tilefni til þess að halda í vantraustið, en geymum það kannski fyrir utanakomandi og höldum smá mildi fyrir okkur. Já, jæja. Einhverju fleiri sem að vilja taka til máls? Já, þá kannski býði ég Oktavíu orðið, gerðu svo vel. Já, ég vildi kannski koma upp núna og tala það sem mér finnst skemmtilegt, en ég veit að ég þarf kannski aðeins að peppa ykkur upp í, sem formlegheitin sem þurfa að gerast núna. Það væri nefnilega æðislegt að fá að hitta þau sem eru sem hlótu kjör til varaformanns og í stjórn og svoleiðis. Við þurfum kannski aðeins að ná saman og það svona nokkuð skref sem við þurfum að taka frekar fljótt. Svo vildi ég líka svona skoða áhugan á að við gætum, svona eins og Inga bendir á, í eins og málunum eru að þróast, þá held ég sé fullt tilefni til þess að halda í vantraustið. Ég held að það sé bara fullt tilefni til þess að hafa að við gætum
gert eitthvað skemmtilegt og mögulega jólahátíðalegt í næstu viku, þar sem við aðeins getum komið saman og skoðað. Það eru ekki bara margar breytingar sem hafa verið gerðar, heldur alltaf hjá okkur eins og hjá öllum öðrum einhvern veginn eitthvað rými sem skapast eftir svona kosningar sem við líka langar svona aðeins að taka á með piparkökum. Mögulega líka redda þessum gráðosti sem fólk er vist að setja piparkökur þessa dagana, og ef einhver getur útskýrt fyrir mig hvað það er og hvers vegna það var það hluta á Íslandi, þá er það þetta líka bara mjög gott. En núna tekur þetta við alltaf skemmtilega. Núna förum við í öflugt starf og það er margt sem hefur pínu beðið út af því við þurftum aðeins að ná að kjarna og gera hlutina á réttan hátt og samkvæmt okkur lögum og ná í gegnum þessar kosningar og auka aðalfundi, auka aðalfundi, auka aðalfundi og svo kemur auka og við þurfum aðeins að finna út hvað við gerum með endurskoðanda og slíkt og hvort að við gætum ekki kippt því í lag. Það er auðvitað rosalega mikilvægt. Helst sérstaklega fyrir fólk eins og okkur. Við höfum bara það er svo erfitt þegar hlutirnir eru ekki gerðir á þann hátt sem þeir eiga að vera gerðir á. Það er líka þess vegna sem við erum svo öflug í samstarfi. Þess vegna sem við erum öflug hluti að heild. Það er þess vegna sem við erum liðsfélagin sem meira sér þau sem finnst að við erum pínu lúðanlega eða ekki alveg þeirra, þau vilja okkur. Og meira sér í vikunni heyrði ég mann segja eftirfarandi orð. Hann sagði, nú eru þið alls ekkert mín. Pólitískt og ég bara veit ekki alveg hvað þið standi fyrir. En eitt sem ég get sagt, að það hafi verið skelfilegt að horfa upp á Alþingi án ykkar. Pæli í því. Það er það sem við þurfum að pína að kjarna. Að sama hvað fólk segir og sama hvernig fólk kemur fram og sama hvernig allt þetta getur orðast, þá er stórt gatin á Alþingi í dag út að við erum ekki. Og ég held að við áttum ekkert endilega á því hvað við erum góð í öllu sem við gerum, í hvernig við gerum það, í hvaða hóla við veljum og líka hvað við gerum á þúfu. Og ég tek kannski líka pínu undir því sem Bjarnlaugur var að segja. Við tókum kannski pínu allt sem hól á tímapunkti og við þurfum að velja okkar hóla vel núna, við þurfum að skilja þúfurnar okkar og við þurfum ekki að fara upp á alla þúfur, heldur velja hólana og fara þar sem liðseild og einbeitt okkar að því, á því sem okkur finnst, ekki það sem annað fólk heldur okkur. Því fólk mun alltaf hafa skoðanir á Pírötum, hvort sem að það er nafnið, það sem við gerum, að við erum ekki að fylgja hefðbundnum kerfum, við erum ekki að fara inn í þannig að við viljum breytingar. Við erum umbótaflokkur, við viljum alls konar svona. Það getur stundum verið erfitt. En þið viti eins vel og ég að þegar breytingar eiga sér stað til framtíðar, þá er það út af við förum í gegn. Við förum ekki yfir, við förum ekki undir, við förum ekki til hliðar. Við förum í gegn. Og það erum við að fara að gera á næstunni. Svo það sem kannski er næstu skref er að ná nýrri stjórn og vara og öllum saman. Við finnum út úr hvernig og hvar við hittumst og svo vildi ég kannski heyra frá ykkur sem eru hér og líka ykkur sem eru á netinu að hvað viðburði ykkur langar að sjá á næstunni. Mér finnst rosalega gott að heyra fleiri tjásu til dæmis málefnin. Ég hef saknað þessu ótrúlega mikið. Ég man þegar við vorum hér fyrir fjölda árum síðan og það var pakkað hérna. Það voru með þess að 3 Píratar í alveg eins fötum sem var ótrúlega fyndið og tekið mynd af því, hún er að finna á Facebook. En þá voru pakkað á öllum borðum og var hvert borð bara málefni. Fólk sem hefur áhuga á menntakerfinu okkar og menntamálum, fólk sem hefur áhuga á öryggismálum innan við net eða mannulegri nálgun á eða hvernig við þurfum að uppfæra mismunandi kerfi svo þau eru fyrir fólk og bara alls konar. Út af því þótt að við þurfum ekki að taka slægin allstaðar, þá er rosalega gott að við kjörnum og ræðum saman hvernig við viljum sjá framtíðin okkar og það gerum við í dag. Svo ef það er einhver sem svona sérstaklega saknar einhvers eða hefur nýkomin inn og hefur ekki tekið þátt í eða vildi sjá einhvers konar viðburð,
einhvers konar málefni, þá held ég að við nýri stjórn myndum endilega vilja heyra það á eins fljótt og auðið Svo ef einhverju koma upp og vera svona, heyrðu, ég sakna diskopartísins eða páskabingónu eða hvenær erum við að fara að halda fundum mannréttindi eða hvernig var það aftur með velferðamálin eða hvað veit ég, efnahagsmálin meiri segja. Út af þetta allt skemmtilegt ef maður gerir það í búni, nei, þetta allt skemmtilegt ef við hérna komum saman og sýnum þetta mildi sem Indriði var að tala Út af við gleymum stundum, og ég reyndi svona pínu að tala þetta í ræðinu mín áðan, við gleymum stundum að þótt að við erum ekki sammála, enginn að koma, það alltaf stærri mynd en við sjáum. Fólk ekki að koma á framfæri ósammála út af því að það að hafna einhverju hjá okkur eða neitt hannig. Þurfum bara að hafa þessa umburðarlyndi til að vera, ok, hvers vegna finnst þið þetta? Út af við vitum ekki allt, neitt okkar, en saman vitum við slatta. Svo já, einhvað málefni, einhver viðburður, eitthvað sem þið saknið? Já. Ég var að spáði að því að fundurinn boðað til 17. Já. Hvort að ný stjórn og ég vil fráfrandi stjórn og þið ynga fyrir að geta frá í stjórn. Já, endilega. Ég hef alveg tíma til þess ef þið eru til í það. Og kannski líka ef einhver vill vera eftir og tala glimmerfundur, þá það, ég skal rita það hjá mér. Umhverfisvænt glimmer samt, ég á gamla skólanum, ég man alveg hvernig hlutinu voru í den. En já, einhver núna sem vill kannski kjarna þetta, einhver brennandi áhuga á einhverju málefnastarfi sem hefur ekki komið fram? Ég áttur mín helstu hjartansmál eru mannréttindamál. Mannréttindamálin. Og umhverfismál. Ég náttúrulega á fullt af öðrum málum, en við náttúrulega búin að vera að fara í vinnustofur. Já, einmitt. Og margt gott kom út af því. Já, en við þurfum kannski að halda áfram með það. Það mjög gott. Og málefni sem Já, en það líka gott að segja þessu tvennt út af umhverfismál eru mannréttindamál. Persónuvernd og netöryggi eru mannréttindamál. Veist, það svona pínu kjarnin í því sem við gerum. Þetta endar einhvern veginn alltaf undir þessi reglíf sem mannréttindin þetta eru. Svo já, þetta var mjög að halda áfram með vinnustofur. Já. Indriði? Já, aftur fyrst að kjörstjórn hefur lokið störfum, þá ekki að fara að hafa skoðanir. Ég held að það sem að okkur sálega vantar framtíðin fyrir Pírata. Að fólk sem fyrir utan hópinn skilji fyrir hvað við stöndum. Ég held að það hafi raunverulega verið stóra vandamál okkar síðast. Fólk áttaði sig ekki á fyrir hvað við stæðum að því við vorum að reyna að standa fyrir of mikið. Já, einmitt. Og ef við nægum að kjarna það inn á við, ekki síður en út á við. Fólk viti hvað það að velja þegar við erum Pírata. Því að ef það er að standa við allt, það stendur fyrir neitt. Já, ég held að Lúðvík líka kom inn á það að þetta upplifun margra. Að við höfum kannski verið aðeins og breið. Eða við höfum allavega ekki tekist og það þetta í öllum samskiptum þá berum við þetta líka ábyrgð okkar hluta þess. Og getum ekki það er bara enginn sem skilur ekki. Nei, þá þurfum þau kannski líka eins að kíkja inn á við og segja, en hvers vegna það? Að fólk ekki svona almennilega átta sig á. Svo það alveg rosalega góð ábending líka. Að kjarna hver við erum og hvernig. Og mikið að vinnunni var líka að kjarna það. Svo að halda áfram með það held ég sé mjög fínt. Mér fannst ég var einhver annað. Já? Ég tengur sem Indriði sagði að ég var rosalega til í að sjá Pírata hætta að reyna að fóknast öllum. Ég held að síðustu ár hafi svolítið mikið farið og ég hef alveg tekið þátt í sjálf, ég ekki saklaus af því. Það bara, þetta ótrúlega áhugaverð þróun sem hefur orðið að við fórum úr því að vera bara rosalega stór flokkur. Þá byrjuðum við svolítið í þessu að reyna að hóla stefnir allt. Mér fannst það var orðið pínu svolítið svona líjandi að heyra þetta að enginn skilji Pírata og enginn viti hvað það stöndir fyrir og allt þetta. Ég held að sé hluta fólki sem skilji alveg
og þetta, þú veist, okkur vantar sjálfstraust. Það er búið að lemja rosalega mikið ekki lemja, afsakið kannski aðeins of, en ég held að grasrótin það sem hafi gerst með að það sjálfstrausti var svolítið tekið af henni og já, okkur vantar sjálfstraust og okkur vantar að taka okkur leyfi fyrir því að vera öðruvísi. Við erum ekki Samfylkingin, við erum ekki Viðreisn, við erum ekki búin að stæðstjórna okkur á vinstri og hægri og það er bara allt í góðu. Og ég vona að næstu mánuðir og ár geti bara svolítið farið í það að valdefla Pírata. Leyfa okkur að vera skrítin og leyfa okkur að heita Píratar og leyfa okkur að segja alla hlutina sem við segjum. Af því eins og þú segir það, þú veist, fólk saknar Pírata af þingi af því að það var alveg mikill kjarni sem sagði hlutina sem engin annar að segja og við sjáum það alveg núna inn á Alþingi að það er ekki verið það er engin mótstaða, það er engin að segja heyrðu þetta er ekki í lagi. Og ég sakna þess rosalega mikið og en ég held að stór hluti að því verði mitt að taka okkur leyfi og valdefla hvort annað. Hætta að segja að berja hvort annað niður eiginlega. Það er bara, já, og vera bara svolítið góð við hvort annað. Það er það sem við þurfum fram á við. Já, ég man á tímapunkti voru Píratar með 125 stefnur. Pæli í því. Já, ég vildi kannski bara aðeins koma inn á þetta með stefnurnar að heyrðist í mér fingir í bang beppir í bú, ok við eigum ekki að þóknast öllum og við getum það ekki en við gengum svolítið langt í því að stofna stefnur allt og ekkert og það var reyndar mörgleiti jákvætt af því að í kringum það var rosalega mikil virkni í félaginu og mikið að fundum og mikið að gera en það keyrði líka fólki okkar út og allar meiri háttar stefnur sem að við tókum skýra afstöðu í skilgreind okkur þrengra og þrengra sem að gera það verkum að stóri hópurinn sem að sá okkur sem mögulega eitthvað fyrir sig sá að við værum það ekki. Þannig að við verðum alltaf þrengri og þrengri og það hefur raunin bara gengið lengur og lengra sem að, þú veist, ég er ekkert ósamála mörgum af stefnunum okkar en, þú veist, þegar Píratar voru stofnaðir þá voru það ekki sem flokkur sem að setti aðaláherslu að berjast gegn sjókvíaeldi og, vindmyllum eða þannig. Þetta þrengdist svo mikið með tímanum og ég held að við þurfum svolítið að fókusera það sem við ætlum að gera sem aðalatriði og ég hef lengi mælt með því að flokkurinn á landsvísu gerir það sem að við gerum reglulega í Reykjavík sem er að fyrir sveitarstjórnarkosningar í Reykjavík þá hefur allan að síðustu 2 skipti verið með bara reglulega stefnumótunarfundi og farið yfir stóru málefnin og myndastefnur og beinlinis kosið burtu allar eldri stefnur bara á einu bretti og tekið inn bara nýja sem eru oftast bara frekar keimlíkar en þá erum við ekki alltaf með eitthvað rosalegt backlog sem enginn þekkir og þannig ég myndi klárlega mæla með því við nýja stjórn að bara svona setja í gang vinnu við það að svona endur nýja eða setja í gang nýtt stefnumótunarferli. Ég myndi mæla með að skoða stefnumótunarferli sem að Dóra Björt vann fyrir flokkinn fyrra og hitt í fyrra og nokkur önnur með henni og ég ætla líka að benda á það að eitt sem við í fráfarandi framkvæmdastjórn gerðum á þessu ári var að vera með vinnustofur og fundi með grasrótinni til að reyna að svona ná fram hvaða væri sem að þau sem að væru ennþá með okkur og væru ennþá virk vildu gera og vildu trúa á og það var ákveðin niðurstaða en ég ætla samt að segja að það var rosalega erfitt vegna þess að við vorum öll í sárum og það voru fá að mæta og það var erfitt einhvern veginn að fá svona þessa vinnu og þessa orku fram sem að við þurftum á að halda og það kannski bara eðlilegt út af því að flokkurinn var í pínu rúst sko eftir kosningarnar og kannski bara þurftum við smá tíma til þess að anda í kviðin en ég ætla að mæli með að stjórnin fari svolítið í að skoða þetta. Ég held við þurfum að endurfókusera hvað við ætlum að hafa sem aðalstefnumálin okkar og bara hvernig við sjáum fyrir okkur að halda áfram. Þetta er ekki auðvelt en og ég treyst alveg nýju stjórnum okkar til þess og þetta geti verið í bandi við okkur í borgarstjórnarflokknum það hvernig við höfum verið að gera þetta þar og hvernig við getum unnið saman að þessu.
Þetta líka bara svo sterkur og góð punktur. Þetta nefnilega fagleg nálgun. Að það enga stefnur sem þurfi ekki að vera endurskoða. Þetta svona pínu bara eðlilegt ferli að vera, erum við ennþá hér? Erum við ennþá, þetta á þessu stefna ennþá við okkur? Þurfum við aðeins að uppfæra hana? Þurfum við aðeins að fara yfir hana? Margar stefnur eru mögulega líka bara mjög fínar, en við vitum það ekki fyrir við öll komum saman og förum yfir það. Og ég veit líka að Alexandra sérstaklega hefur unnið gríðalegt grettistak eftir kosningarnar á síðasta ári til núna í að bara verið, hvernig maður að segja, þetta óbilandi traust sem þessi kona hefur á þessar hreyfingu eru þetta bara með ólíkindum. Pældi í því. Sama hvað og hvernig, þá heldur hún áfram. Og það það sem við þurfum að muna, að þegar við missum von að hugsa ég get ekki meir, að við horfum til hliðar, því það alltaf einhver annar pírati, þetta boðhlaup, krakkar, við gleymum því pínu, þetta boðhlaup, að þegar við missum vonina, ef við horfum og munum að horfa til hliðar, þá annar pírati sem segir allt í góði, ég skal taka þennan. Og Alexandra hefur svo sannarlega tekið marga af þessum boltum, ekki bara sem kjörin fulltrúi, heldur líka inn yfir hreyfinguna. Og ég ekki að segja að Alexandra hefur gert það ein, en Alexandra hefur tekið rosalega marga af þessum boltum og unnið alveg frábær starf, sérstaklega þegar það erfitt. Út af stundu getur verið auðveldar að vinna vinnuna þegar hlutinni ganga vel. Og ég man líka eftir þegar við gerðum framtíðasmiðjuna, það var rosalega erfitt að mælast með 40% og halda við myndum basically koma inn og ekki eins og við þurfum að semja við einn eða neitt út af við vorum bara með þetta. Og við fengum 10 fulltrúa, en það féll einhvern veginn í skugga af þeim væntingum sem við settum fyrir hvernig þessi árangur myndi nást. Svo já, það engin vinna sem nýkjörin stjórn mun gera sem ekki situr á öxlum bara margra innan við þessar hreyfingu sem hafa unnið rosalega flínt og flott og frábært starf og haldið áfram þegar mörg voru pínu allavega til tímabundi pínu vonlaus. Við verðum að muna þetta hlutin sem við gerum núna. Við erum að berja von í brjóst, sem það ekki annars á íslensku. Þetta hljóma pínu aggressíft, en við svona að við munum að veita hvort öðru von. Það það sem við þurfum að gera áður en að við gerum neitt annað. Var einhver annar sem vildi kannski taka til máls? Engir brandarar? Ekkert? Nei? Ok, þá ætlum ég að þakka fyrir mig og takk fyrir inputin. Já, það bara gott að við kannski klárum bara þennan fund með orðum formannsins og bara horfum til framtíðar og áfram Píratar. Og ég hér með slít ég... Nei! Nei. Nei. Jú, út af við höldum í nýja. Nei, ég veit ekki, ég get... Já. Já, viltu fá... Nei, bara við kannski allir fá ekki strax. Já, ég ætlaði að stinga upp á því að það veri allan að tekið mynda nýrri stjórn. Hún komið saman og hérna það verið að taka mynda af henni. Það ekkert meira eftir en fundinum en... Það ekki minnst á fundinum? Já. En kannski að fólk aðeins yngri... Já, kannski vil ég aðeins yngra. Ég bjóði upp að fá okkur kaffi, það fullt af kökum og dóti eftir hérna. En fundi slitið? Það að slita fundinum? Já, ég var að slita honum, já. Þú klárar ekki setninguna? Getur það sagt fundi slitið? Fundi slitið.